Þetta vissi ég reyndar, þetta áttu að vera hjartatöflur eða ekki? Jú. Já. Og það bara, þú veist, in the trials var bara what the fuck? Þetta happy accident, sko. Já, mjög. Góðan daginn. Góðan og Gullfallegan dag. Við erum hérna komnir á Bræðurnir. yndislega degi. Já. Og ég var að hugsa daginn. Ætli ég fara bara beint í þetta. Spurningu, ég ætlaði ekki að spyrja hvernig hefur það. Já. Hvernig hefur það? Það var bara fínt. Ég var bara tjaf, byrja strax. Við þegjum alltaf bara þangað til að við ítum á rektakkan, þannig að við höfum ekkert að segja. Nei. Séðan bara leið og takkin byrjar þá bara Já, einmitt. Og einu sem hlustar á mig eru þið og þú. Já. Ekki lengi tala við mig heima. Ekki hjá mér heldur. Þú bannaði maður að tala við þig. Þú ert eins og kona mín. Hún bara maður er alveg góðan daginn, hún er bara hvað er að gera þarna? Ég er alltaf heima hjá mér bara svona spekla solgleru og noise cancelling headphone á bara með bjórið svona skilti don't talk to me. Akkurat. Herðu, varstu búin að heyra það af The Direwolves? Já. Að þeir bara ekki lengur útöðir. Já, hvað var það ekki búin að vera? 10.000 ár eða eitthvað? 13.000 ár. Já, mér finnst þetta svo bara, mér finnst þetta magna. Sjúklega mikil krútt, sko. Varstu búin að sjá og heyra í vídeónu? Já, sem eru hérna mí, eitthvað. Já. Ógeðslega sætir. Hversu okkur ekki byrjar að gera þetta bara við fleiri dýr? Já. Það eru viss dýr sem að þetta heitir keystone species. Keystones? Já. Já, ok. Sem við bara megum ekki missa, eins og býflugurnar, sem allir vita. Já. Þú veist, það er keystone species. Ef að þær fara, þá fer allt í fokk, skilur við. Heimur steil. Já, þú veist, það er bara, þá fer allt í fokk, sko. En veist, getum við ekki þá bara, verið bara með fólki vinnu að trefa fólki vinnu? Veistu hvað er margar býflugur? Veist, ég veit ekki maður. Já, ég meina, ég veit ekki. Margar, við erum 8 biljón manns. Já. Fullt af fólki sem getur gróðsett. Það er fullt af fólki sem er atvinnulegst maður. Já, einmitt. Bara, viltu atvinnulegst peninga? Do it. Já, nákvæmlega, nú ert þú bífluga. Hér er búningurinn. Út á tún. Það er bara svona buzz. Það er nákvæmlega buzz. Já, einmitt. Hvað getur við ekki þá gert, veist, ef þetta er hægt, getur við þá ekki farið út í Jurassic Park? Ef við finnum DNA sem er í lagi þá greinilega, en það er samt sko með eins og þessu Direwolves, þeir eiga samt einhverja ættingja núna sem að gátu gengið með fóstrið, var það ekki? Já, fuglar. Hvaða fugl ætlar að halda okkur í sælu ekki? Strúdur. Já, veit ekki. En já, jú, þú veist, þeir eru distant relatives samt, sko. Já. Þannig að ég held að það sé gallin, og ég er engin vísindamaður, þannig að ekki vera að öskra á síman ykkar að vera að hlusta á þetta. Ekki vera svo heimskir. Já, nákvæmlega. We are not scientists. Alls ekki. Ok, ef þið takið einhverju það sem við segjum alvarlega. Já, það var það bara ekki í okkar vandamál. Já. It's your own fault. Lítið í eigin barm, sko. Já. Vægast ekki hlusta á okkur. En samt hlusta á okkur. Já, en ekki taka öllu sem gospel hjá okkur, því að við erum klárlega ekki gáðuðust að menna í heiminu. Þessuna eru við hérna. Já. Nei, en já, maður veit það ekki. Þú veist, það er hægt að rækta það þá bara í ykkur í krukku, skilur, á vísindastofu, eða þyrfti alltaf eitthvað dýr að ganga með eggið. Er það? Við erum núna, getum búið til manneskjur það sem eru í svona gerfi póka. Gerfi womb, er það ekki? Er það? Er það ekki? Sko glasabötn og svoleiðis, það er glasafrjóvgun, en það er sem kona sem gengur með barnið
skilurðu. Er það ekki í glasi? Nei. Það tekið egg og sæði, skilurðu, og látið saman í glasi og svo því það sett inn í konuna og hún gengur með það síðan. Talandi það maður. Vissirðu af læknunum sem var að frjóka konur og nota alltaf sæðið sitt? Nei. Ég held að hann hafi gert einhverja 130 konur óléttar What? Greið papparnir sem bara, bara þetta barn ekkert, þú átt ekkert í því það er læknirinn sem er komin í fangelsi núna. Oh my god. Má ég fá ekkið þín? Viltu ekki my sample? Nei. Já, ég er mikið betra stöf Hugsaðu að gera þetta. Jesus Christ. Bara nota sitt, bara, yes. Já, og þá kemur svona dilemma sem að er í umræðinni hérna á Íslandi í dag að það er engin, ekki búin að vera neinn bönd almennileg á hverjir með að gefa hversu oft sæði hérna á Íslandi. Nei, já, meinar. Þannig að við verðum að stoppa það. Við erum nógu lítil þjóð að við erum nú þegar að þú veist, búið til Íslendingabók til að komast í veg fyrir að sofa hjá frændum og frængum og eitthvað. Já. En svo allt í einu bara, þú veist, einn gaur á kannski 30 börn úti og þau veit ekki að þau eru systkini eða þú veist, hálfsystkini þá eða eitthvað. Sem byrja þau saman eitthvað börn og akkurat. Þannig að þetta er búið að vera umræðan hérna í Íslandi núna nýlega. Það er náttúrulega, veist, þegar appið kom hérna á Ísland eitthvað bara, þú ert nálægt frænda þínum. Já, það eru tvímenningar eitthvað. Akkurat. Það væri hræðilegt Það væri hræðilegt, en það gæti alveg gerst. Þetta er real possibility á þessu litla skeri okkar hérna. Það er meira possibility. Veist, þetta hefur gerst úti. Býtu, hvað fræga fólk var þetta úti, maður? Það var þau sem komist að því að þau eru bara systkini Já, wow, ok. Og veist, þá var pappinn veist, hálfsystkini þá. Já. Og þau voru bara orðin gift og eitthvað svona sem komst það bara upp og sí. Hann var að skoða einhverja barnamyndir hjá henni, hann bara, hvað er pappi minn að gera hérna? Oh my god. Þetta er pappi minn. Bara, og hann bara double life, bara kallinn. Úff. Hræðilegt Hugsaðu að verða bara svona. Nákvæmlega. Horfa Þórunni bara byrju, byrju, hvað er pappi að gera þetta? Já, átti þú heima þarna líka? Oh my god. Shit, Þetta mér finnst þetta svona ég ætla ekki alveg að fara út í veist, allt þetta, svona incense veist svona, veist sískinni incest. Thank you. Ég bara wow, ég alveg er að reyna að segja incel, það er ekki það sem þú meinar. Incest, já, einmitt. Ég var í flugvélunum daginn. Já. Mér langar svo ógeðslega mikið að spyrja þig. Ég var að horfa á mynd sem heitir Juror number 2. Okay. Þetta er sem sagt þetta er mann sem fer í jury duty. Já. Og hann er svona hættur að drekka. Okay. Og síðan er eitthvað mál í gangi að það var gaur sem drap kærustuna sína. Veist, hann segir hann sé ólétt, nei, veist, hann hafi ekki gert þetta. Já, saklaus. Já. Og þessi gaur hugsar ár fram í tíman, nei, aftur í tíman, þegar hann er að keyra frá bar og keyrir á eitthvað. Hann sér ekki neitt og keyrir heim. Síðan árið setna þá bara, já, herðu, fannst kona þarna í skurði. Ok. Beaten to death. Þetta er gott twist. Og veist, konar hans er ólétt, hann er heima, á hann að koma hreint fram með ekki á hann að senda innocent man í fangelsi eða hvað Ég meina lífið hans er búið hvort þið er, konan hans dáin. Konan hans er dáin. Þú veist. Já. Veist, myndir geta að lifa með bara fara heim, knúsa barnið og bara, veist, ok, ég var að koma að staði, ég var að drepa einhvern og senda einhvern í fangisi. Ég var bara, damn, þetta er dilemma Þetta vil mig bara á lestarteina dilemmað
Já, þú veist, hvernig á að Já, þú veist, ef þú gerir ekkert þá deyja 2, en það er ekki þér að kenna því að Þú gerir ekki neitt Já. en ef þú tógar, þá gerir eitthvað og deyr 1, drafstu hann þá skilur, þetta er svona þannig að þá var þér að kenna að hann dó, skilur þannig að það er það sem það gengur út á þannig að, já, þetta er gott twist, sko makes you think Ég var líka bara í vélinn bara, já, bara svona ég fór að hugsa, sko já, ég meina, ég held að flestir myndu bara, þú veist, nei, ég ætla ekki að segja neitt en hversu vel líður þér restina af æfinni, skilur með það Nákvæmlega Þannig Út af að- því að þú varst að eyðileggja, veist 2 líf, sko 2 líf, já, ekki bara 1, sko akkurat, og bara og fjölskyldu þeirra og allt saman, sko Já, þannig að hérna, já, ég mæli með þessari mynd, þetta er damn, geggjað juror number 2 Já, ok, en þetta er hérna það einu veit Manstu í gamla þetta, þú varst að fljúga já, að hérna þá máttur reykja ég man ekki alveg þannig þú ert ekki frá the 70s nei, Man og er ekki mikið að fljúa Nei, hérna að í kvikmyndirnar í flugvélunum þær voru í bíó Manstu ekki eftir því? hvað mennur? Þegar veist, maður var kannski hérna heima það voru einhver myndir í bíó Já, og þegar maður fór að fljúga þá voru þessar myndir í bíó í flugvélinni já, var það að sína þér borðið í flugvélum Já. líka já, ekki lengur, sko nei, þú getur ennþá hort á 17 Again ok með Zac Efron frá 2009 já, sem ég er örugglega búin að horfa á 4 sinnum, sko já, síðan 2009 bara, hverki út af því að það er bara crap aðna, maður ég veit það það er bara crap það er svo fáránlega random það er bara, hérna eru 3 þættir úr seríu 4 og Big Bang Theory já, hvað er fjandanum á ég að gera við það? Þú veist hvað fuck já, nákvæmlega gonna stab somebody nei, en já, þú veist, það er svo ógeðslega mikið random kjaftaði sem, já þetta er bara, þess vegna bara reyna bara að vera með fartölvu eða spjaldtölvu eða eitthvað í flugulum, sko þetta er, veist ég það er no effort lengur, sko já, no effort, ég veit það, vissur það? ég vissi það No effort? maður er að sjá myndir frá emitt 60s, 70s úr flugvölum þar sem að það er bara, þú veist, heill lambaskrokkur verið að, þú veist, skera það bara við sætið þitt og þú veist, þú kallt með viskiglass og vindil eitthvað og bara, þú veist, þvílít luxury, sko Já. og svo bara núna bara, þetta er einhvern þurrækja og þú veist, kókomjölkuferna þannig að og líka, eitt skipti því ég var að koma heim frá tenni þá, hérna, ég var sofandi steinsofandi og það var pikkað í mig flugfreyjan bara, hérna, langar eitthvað að borða og ég eitthvað bara what? Nei takk bara, jú, vilt ekki eitthvað? Ég bara okay. bara pítsu, sagði pítsu bara hún er kalli, nei það er ekki til það er búið, ég er leik ok, ég vil ekki neitt vákvært hérna matsár í alvörunni? Ég bara þórunlega what the fuck what? Ég fæ mér bara baguette eða eitthvað baguette já, baguette já. In the baguette fuck er hann að tíki í, sko what? Já, ég var brjálæður, sko ég ætlaði kvart yfir henni, sko. Þetta var, hvað Ísland er eða play eða eitthvað Íslands flugfélag Já, íslenskt ég var þetta matsár þú fucking makti mig já, helviti spiklaðinn nákvæmlega og píndi mig að panta eitthvað já, mér langaði ekki fokkaður vá, þetta hefur setið í þér sem var ég að keyra heim frá Keflavík sem tók 4 tíma eða eitthvað, svo langt í burtu veist, sko þegar ég var að jeppa eða eitthvað já, einmitt, þetta er út í sveitin Já. og þetta ég var allan tíma bara fucking bitch já, og Þórun bara, en þú ert alveg matsár ég alveg, já, ef einhver fokkar í matnum mínum já, og ég er svangur, auðvitað allir verða fúlir, já, allir já, en þannig varst að vekja mig einmitt og neyða mig í þetta já, og allir að horfa og ég alveg og ég var ekki einu sinni, ég var ekki svona nei, ég var bara, nei takk vá ef hún væri hérna
kirkjan Jesus Christ sem situr í mér sko, ég veit ekki okkur Oh my god Álega, þú veist flugleiðir með reikana Flugleiðir, Icelandair Er það ekki sama? Ég veit það ekki Hæ? Flugleiðir bara innanlandsflug og eitthvað Shit, ég veit það ekki Tjöld lítið illa út núna Já, ég líka fín ég Ég er ekki með þetta skrifað Nei Check my notes Æ, hvað er svo vitleysir maður Nei, hérna, herru, við ætlum að tala um svona skemmtilega óhepp svona, sem svona breytti aðeins tímanum, sko Já Ekki svona, veist, ekki leiðilegu óhepp, svona eins og þú Nei, já, ég er leiðilegt óhapp Sorry Sorry Það eru bara jólin mín í æsku all over again hérna Fucking hell Nei, veist, þetta er svo veist, besta óhepp í heimi er náttúrulega kampavinnið Já Kampavinn bara var svona óvart Ok kom eitthvað hérna veist, ætlaði að gera eitthvað maður ekki hvað þetta var sko en hún myndaðist búblur í sko Já og hérna franska fólkið kallaði þetta the devil wine út af því að tappin alltaf dunk skaust út sko Já the devil wine andsetnar flöskur og þannig kom þetta út sko Það er hendar ógeðslega skemmtileg pæling bara hvað, þú veist, þetta voru væntalega bara einhverju bændur hérna 1600 eða eitthvað, whatever bara Dark Ages og svo allt í einu byrja bara eitthvað sem þau gert í 300 ár, allt í einu byrja bara flöskur og bara bung, bung, bung þetta var eitthvað neðan þannig, sko, það byrjaði að skjótast upp og það var eitthvað örlítið breyttist sem myndaði hérna búblunar sko Já og það, veist, tæknilega, veist, er þetta veist, ef maður fer innan nitty gritty að þetta sé, veist, hvítvín veist, þetta er, veist, white wine og hérna en náttúrulega út af þessu er þetta ekki Já, sko. Þetta er sko það sem gerir gósið í svona bjór og búblur og svoleiðis held ég er þú setur ger til að láta það gerjast og sykur og gerið er í rauninni ef ég var að útskýra þessu fyrir leikskólabæðinni að gerið er lifandi gerðlar éta sykurinn og prumpa út koltvísýringnum í rauninni má segja það þannig ef ég manni það rétt þannig verður gósið til í bjórósleist þannig að þarna hafa þær mögulega sett of mikinn sykur eða eitthvað ofan í þannig að það verður meiri koltvísýringur og það bjór var líka accident Já og það á einhverjum tímapunkti þegar voru að búa til hann að brauð og eitthvað svona og það er einmitt þetta prump kemur sko svona ógislega brúnfróða sko að hérna þá hefur einhver klikkhaus ákvað bara svona, þetta lyktar ekkert vel sko Nei, veist, þetta er veist, heitt og svona veist, hefur hann verið svona veist, einhver fokkin snillingur bara svona ég ætla að prófa þetta þetta er bara what Já, þetta er sko mikið af sérstaklega með mat og drykki eru bara örugglega óvart út af einhverju nauðsyn þú veist, þarna var kannski einhver sem hefur ekki fengið neitt að drekka í 4 daga eða eitthvað og bara, þú veist, fuck, þetta er eini vökun sem er hérna þannig ég verð bara pröfan, skilur eða þá, það sem að held ég sé mjög mikið að fólk sér dýr gera eitthvað aftur og aftur að þú veist, það er fullt af sögum að því að dýr er að borða svona fermented fruits svona ávexti og eitthvað sem er bara farin að gerjast og svo byrja þú veist einhverjir svartabitnir allt í unnu bara haga sér eins og þessu blekaðir og eitthvað og þeir bara eitthvað Cocaine Bear nice, já þú veist Cocaine Bear til dæmis Nei og fólk bara eitthvað djöfull lítur hann út fyrir að hafa gaman maður þetta ætla ég að pröfa og þú veist þannig að ég held að það sé mikið þannig svona eins og veist þetta er líka bara hérna regla flest er veist, svona happy accidents sem hafa kannski ekki breytt heiminum en veist þið svo veist, allt þetta hérna veist þið svo berserkjasveppirnir veist, það er happy accident Já, svo er það náttúrulega við
fá okkur borða hérna Já, með sveppið mitt, það er þú veist, einhverjum svona hellisbúar sem eru bara eitthvað, sko, þessi sveppir bræðast eins og nautasteik, þessi drap úgúk samstundis og eitthvað skilurðu, þannig að ég er að læra að muna það á í sundur sem er satt, sko Já, þetta er bara þannig nákvæmlega, það eru sveppir, miljón tegundir og þú veist, sumir eru rætir og sumir eru drepaði alveg bara sundir eins Instantly. og sumir láta þeir sjá guð í 2 daga Já, skilurðu, það er bara bring that shit Já, einmitt. Þetta er eins og með það er svo fyndið hérna þegar grammetisfólk hérna er alveg ekki drepa dýr svo óholt er það, veistu hvað er mikið af plöntum í heiminum sem geta slátraðir Já, það er eitthvað dýr, eitthvað kjöt sem getur drepið samstundis já Kóngulegur, snákar nei, veist, kjöt sem þú ert búin að steikja Já, held ekki það var einhver fiskur hérna sem þú skerði hann vitlaust einhvern svona sushi-stöðum mikið var ekki blöðri fiskur eða eitthvað Jú. Þannig að ef þú skerði hann eitthvað vitlaust þá getur þú dreipið en Hvað lærum við þetta? Í sushi-skóla. Nei, á Simpsons, reyndar, já Ég lærði þetta fyrsta Já, ég líka Mest af minni vitni sem kemur frá Simpsons held ég Og við bara búum við þetta, sko Já, nákvæmlega, þið veit ekki hver ég er að missa á yngri kynslaðin, sko Nei, Þið vitið ekki neitt ekki neitt Nei Ertu með eitthvað? Já, hérna sko, það er náttúrulega frægasta sem að ég held, það er náttúrulega pensilinið Já og hérna hann Alexander Fleming og þetta var hérna bara Fleming fyrir næstu í akkurat 100 árum síðan 1928, þannig að pensilinu næstu í 100 ára afmæli pældi því 100 ára afmæli, pældi hvað þetta er búin að sko bjarga sko 100 miljóna já, Já. 100 miljón Já, nákvæmlega bara út að hann var með eitthvað Já, það var með svona tilrauna glas eða svona í Petri dish, ég man ekki hvað það heitir í íslensku já, veist, tilrauna diskur Já, einmitt, það sem hann var með eitthvað drasl og það sem hann sá að myglan var búin að drepa sem sagt eitthvað bakteríur í kringu það, sko og þetta var bara algjörst slið, sko hann hérna ástæðan fyrir því að ef mér minnir rétt að ástæðan hann hendis ekki var að einhverjum árum undan þá veist kom hérna tár í eitt svona og þá myndaðist eitthvað hann eitthvað bara science og það er ástæðan okkar hann hendi ekki veist miklun strax sko. Wow veist, svona coincidence sko já það hefði einhver þetta einhvern tímann setna öðruglega en samt þú veist en enginn var að spyrja okkur var hann að gráta veist ég manni ég var að lesa þetta einhvern tímann og ég var bara byrju, hann var eitthvað, já kom hann að tár mitt eigi tár hann í veist maður eitthvað why? Okkur varst að vinna og gráta Hvað ert að fela? Hvað ert að fela, kallið minn? Viltu knús? Æi En enginn er búin að spyrja það spurningu Nei, það er pretty cold Já, þetta er fólk er bara veist, hérna, ég er með ryðfrítt stál Já Ryðfrítt stál þá átti gaur að búa til eitthvað nýtt sko en náttúrulega sko ryð er náttúrulega hérna krabbamein fyrir málma það er bara rust is cancer og hérna það var sko Harry Braley 1913 hann var eitthvað að búa til eitthvað og hann svona bjóði þetta svona óvart til það var eitthvað mixtura sem hann fokkaði upp sko að blanda málmum sem sagt já ok og kom bara að ryðfrítt stál mér finnst þetta svo geðvegt sko já, eitthvað sem er í bara öllu hittahægnin bara, bara hnífa pörum og öllu þessu bulli sko að vera bara hérna ef við varum ekki með ryðfrítt stál þá veit ég ekki hvað við varum að gera í heiminum Nei, því að sko þetta er náttúrulega 1913 ál sem er ógeðslega ódýrt og þægilegt í dag, það var ógeðslega dýrt upphaflega það var bara, þú veist, kóngafólk og eitthvað var með, þú veist, nýmapurur áli á sínum tíma þannig að þú veist, við veit ekki hvort við hefum farið þáleðina strax, sko Nei. sem eitthvað
eitthvað sem er svona Já, sem eitthvað annað heldur en stálið sko nei, þetta er svona veist, en allavega þetta er allavega finnst mér sko trublað Já, að veist, svo latexhanskar já, veist, það var einhver sem misti eitthvað í einhverja formúlu sem hann var að gera já og bjóð þannig til veist, latex Sett hann hendina ofan í að ná í það og bara brennandi gummi og og hann bjóð það til gummi sko, Já, út frá nice. því Já, veist, þetta er alveg veist, okkur getur við ekki gert eitthvað svona heima sko ég held að þetta sé nefnilega við erum alltaf bara að berja okkur á brjóst bara við erum manginni, við erum Apex hérna og við erum svo klár og sjáðu bara allt sem við erum búið til alveg já, mest af þessu á slisni þú veist, Já. þú dast eitthvað og þú veist og úrvarð ritavélin eða eitthvað Já. þú veist, bara þegar þú dast og það heldist kassi að einhverjum stöfum yfir þig skilur við bara, það er bara mest af þessu erum við bara fucking around and finding out sko það veit það og þau eru bara svona hvað heitir það, brain freeze maður bara í miðri setningu hann hver? Forrest Gump Já what? wow. Þetta er bara svona eins og Forrest Gump okkur voru ekki með kameru sem svipuna þið bara já, þetta var svo þægilegt nei, bara svona Forrest Gump, hann bara þú veist fann upp hann að smiley face kallinn og þú veist, og einhvern veginn bara svona bumbling through life en samt einhvern veginn bara þú veist, þetta er bara meiri parturinn af öllum uppgötunum sem við erum svo stolt að fundið upp bara eitthvað svo leið, sko já, það er bara, sjá hvað ég gerði já, líka, Pfizer þeir Livja, fyrirtæki, já þeir fundu óvart upp Viagra þetta vissi ég reyndar, þetta átti að vera hjartatöflur eða ekki? Jú. Já og það bara þú veist, in the trials svo var bara what the fuck þetta er happy accident, sko já, mjög þetta var bara, veist, já, mér minnir að sko fyrir sko 2012 þá grættu er sko 2 billjón dollara bara á þessu lifi lifi, oh my god nú, sko, þegar ég byrjar að klippa þetta þá er ég að byrja að heyra hvað ég tala vitlaust og ég eitthvað bara, veist og það er engin, veist, þið vinirnir eru ekki, þeir eru hættir að taka eftir þessu ég leiðrétti þig ógeðslega oft, ég er bara hættur að nenna því, sko gera það fyrir hlustendunum já, ok þeir eru ekki að hlusta og bara idiots þetta er ekki rétt nei það er bara þættirni verða helmingi lengri, ég veit ekki það er bara fínt alltaf stafsetningapartur já, mitt I'm trying to learn to read já hvað voru að tala já það fyrir að hlusta mér nei, ég voru ekki hvort það vorum að tala hvað sérstætt allavega, já, svo annað sem er náttúrulega ógíslega frægt gerðist 1945 og það var á örbylgjuofnin vissir þetta ekki? Nei já, það var óvart það var sem sagt einhver Percy Spencer í hvað heitir veist, pröfunni með súkkulaði það ekki? Jú, já, akkurat fólkalegi, what? Já, I'll get to that nei, hann var sem sagt að vinna á okkur svona radartækni eitthvað sem sagt á okkur rannsóknarstofu og hann var með súkkulaðistykki í vasanum og tók eftir að hann labbaði framhjá þarna þá bráðnaði súkkulaði í vasanum hjá hann þannig að hann var bara að hugsa bara ok þannig að út frá því nú hann að pakka því saman og containar sem sagt radioactivity og þá fáum við orðbyggarnin bara út frá bráðnu súkkulaði svo töff sko já, ef hann hefði ekki verið með súkkulaði í vasanum já, þá værum við bara ennþá með opnana mögulega, þetta er ekki eitthvað eitt af því sem við hefum örgulega fundið upp setna nei, þetta er bara þú veist, þetta virkar, opnin virkar af hverju þarf ég að finna upp eitthvað annað en af því að þessi gæði með súkkulaði á þessum degi og labbaði hann fram hjá það er ekkert víst að einhverjum öðrum hefur dottið í huga búið til örbyggarnin nei, hann eitthvað bara wow. já I can make money for this definitely melted chocolate já, and more já, and more vonandi herriðu, Pompeii veist hvað Pompeii já sem gauðs þarna hvað, 79 maður ekki
79 Já, 0079 Já. einmitt. og það var sko 1590 var verið að fara með vatnan í gegn þeir voru alltaf að gera veg og þar fundu þeir eitthvað sem sagt, eitthvað hús og eitthvað þeir voru bara, herri, það var eitthvað og ítalarnir bara, herri, nei með ekki grafa þarna og fyrir bara annar staðar, það er greinilega eitthvað þarna niðri sem var bara að láta vera Já og síðan sko 1710 þá að vera að grafa fyrir vassbrunni og þá fundið þeir sko artifacts og þá byrjaði að grafa fyrir þessu og síðan ég held þetta bara áfram Já, 1700 árum setna Já, hældu í því og þú getur farað í dag og þú sérð ennþá bara, já, þetta er manneskja Já, það sem að þegar askan fór yfir alla já. og þá bara fuðruðu upp en mynduðu svona holrými Já og það er svona sorglegt svona, það móðir að passa upp að barnið sitt og eitthvað svona og síðan er einn gaur að runga sér Ég ætlaði akkurat að spyrja þig hvort þú hefði séð þetta er bara einn gæinn bara eitthvað what the fuck Já, Vesuvius er að explóta fuck it Nákvæmlega Sér bara og hann alveg bara það líka sko hversu skemmtilegu dagur hefur verið að grafa þetta upp og verið eitthvað bara jafna hellið hvað er þetta, steipa eða svona plaster Já, giss eitthvað Já, sér grufum upp sér bara Davíð, komdu sér Guðurinn Þessi verður nefndur eftir mér hey. Mér finnst þetta sko fucking amazing sko Já, þetta er ógæðslega fyndið sko Já, ég man aðeins það eftir, ég er ennþá með þessa mynd í hausnum sko Þetta er mjög fyndið Oi Já, þýður Alveg, oi Já, já, ég er svolítið í læknis svona microwave og eitthvað og það var líka með X-ray og líka slys X-ray? Já Var það slys? Já það var hann Wilhelm Röntgen veistu hvað hann fann upp? Hvað fann hann upp? Röntgen Come on Birkir Come on Oh my god Clue is in the name fucking stupid was that sko En það er langt síðan að það kom mér óvart það er 1895 sko sem að Röntgen eða X-ray var fyndið upp og hann var með fikta með eitthvað cathode rays sem ég er ekki alveg klára á hvað er cathode rays cathode eitthvað geisla cathode rays Já Er þið að segja þetta rétt? Nei Já, þá sá hann sem sagt eitthvað svona skrín sem að byrja að svona glóa eða svona lýsa í myrkri eða þannig og já, þannig varð X-ray til já Veist þetta svona en er ekki X-ray svona geislavirkt? Jú Það ekki, Jú, þess vegna þarf það að vera svona blý svundu eða eitthvað svona drasli og þess vegna fer læknirinn alltaf hleypur fram hinum með vegginn þegar hann er að taka myndir og svona tannlæknirinn? Já, til dæmis það er ekkert að hjálpa þegar það kemur svona og allir frá maður er kalli it's aimed at my fucking face Já, sko. Ég veit það Ég hef oft pælt í því en þetta er náttúrulega af því að þeir eru kannski að taka 400 myndir á dag skilur við en ein svona mynd af þér er ekkert að fara að drepa neitt sko Nei það er svona, true við með það er eins og hvað heitir það vá Báðir eitthvað off í dag bara svona, ég ætla að segja nei, ég bara það fór sko Jesus Herru, þau verðum búin, það langar mér að gera eitt leik á eftir Ok Áttu mikið eftir? 1, 2, 4, 5 Geðvegt, takk það bara allan þess
Já, Ég er bara búin þetta ok Annað sem þú veist, ég man alveg eftir að hafa heyrt áður Post-it Og Post-it, var það Já, það var óvart Það var sem sagt hérna Hvernig getur það verið óvart? Það er svona vara sem er svona Já, designed for this Nei, nefnilega ekki Málið er límið Hann var að vinna að búa til lím En svo var þetta bara ekkert nógu sterkt lím Þú veist, eins og þú sér að þú getur rifið pappír í sundur sem hún búin að líma saman Já Þannig að límið var sem sagt klúðrið Í Post-it Þannig að hérna Já, þetta var eitthvað Spencer's Silver og Art Fry sem voru að vinna fyrir 3M sem gerir ógæslega mikið á drasli og hérna gerði bara of veikt lím í rauninni bara svona dugði ekki neitt Já og það vildi þetta enginn náttúrulega og þeir sátu upp með einhvern helling að þessu og annar þeirra sem sagt Fry notaði þetta til þess að merkja blaðsíður í hérna kórbókinni sinni hann grænilega syngi í kór og hann bara notaði í það og svo allt í nú bara eitthvað býtu nú við, þetta er lítið sniðugt Ef ég noti þetta Já Why not? Kannski allar skrifstofur í heiminum mun að nota þetta Þannig að já, það var sliðis Franskur rennilás Já, það var Velcro Það er 1941 og hann var að labba með hundin og tók eftir því að hérna hvað heitir þetta? Svona sem dettur af trjám eitthvað sem að festist við feldin á hundinum Já, rífa það af og hérna út frá því bjóðan til Velcro Það er töff sko Já, nákvæmlega og hérna líka bara, haldi hvað er bara þessi eina litla hugmynd bara, já, eitthvað festist við annað og við skulum hugsa út í það og nú er þetta bara í öllu allt frá, þú veist, gamebúningum og nýri leikfeng og eitthvað sko, þetta er bara já, þetta er opaslega einfalda vara, skilur það er engin tækni á baku þetta þannig Nei, þetta er með þess að í sko þetta er bara í húsgagna innanum líka Já, akkurat Þetta er bara allstar Já, nákvæmlega Teflon það var Teflonhút, já. Eitrið Já, svona svo heilinaður er húðaður með festist ekki neitt I walked into that Ég one held ég þyrfti ekki að útskýra þetta fyrir þér en ég, ok Í smá stund var ég bara God damn it Mjög einfaldur í dag Já, en hérna já, það var sem sagt Roy Plunkett 1938 var hann að búa til nýjan kæli við eitthvað Já og endaði sem sagt á því að búa til þetta sleipa svona solid efni Já og hérna, og þessu satt núna bara í öllum pönnum og alls konar hérna iðnaði frostpinnar, þetta er uppáhaldinni mínu Frostpinnar, já. Er það uppáhaldið? Já, af því að það var 11 ára gamall strákur Já, ertu að tala um faktið, ekki frostpinnar sjálfan? Nei, jú, frostpinnar eru fínir sko en Það er uppáhald End of story End of story I will die on this hill Nei, faktir sjálf, já, þetta var 11 ára gamall strákur, Frank Epperson árið 1905 og hann sem sagt glemdi sem sagt sódapúðri og vatni með einhverjum príkum í sem sagt fyrir utan heima hjá sér og svo fraus yfir nóttina og sjá, svo fann hann þetta morgunin eftir og bara tók þetta upp og alveg, þetta er geggjað Líka svona Já, einmitt Wow Nákvæmlega, þannig að þetta var bara algjörða slísni 11 ára gamall strákar sem fann upp frostpinnan og öryggisgler það var líka óvart það er svona gler sem að perlast þegar það brotnar eins og í bílrúðum og svoleiðis hérna það var, hvað sér ég? Var það bara svona já, herðu, nú hérna þetta er bara, nýtum þetta Já, og þetta er nefnilega alveg ógeðslega sniðugt í vissum tilfellum Já, veist, ef þú dettur í gegnum gler og það veist, 1000 mála þá ertu með pingu lítið, sko Akkurat staðan fyrir svona eitt stóran skurð Já, akkurat, sem þú tætist allar í trall En já, það var sem sagt byrjun 1900 og eitthvað Eduard Benedictus Benedictus Já, og hann hérna Nei, nei, það er ekki þetta sem perlast fyrir ekki, ég er að bulla
Scratch that það er gler sem að svona svipað eins og gler sem er með svona neti inn í eða þannig Já, það er samt sem perlast er örgisgler já, það er líka örgisgler en já, þetta er annað hann sem sagt var með eitthvað flösku sem var búin að kóta í svona einhverju plasti og hann mist hana og hún kom sprungur í hana en brotnaði ekki þannig að nú er þetta já, nú er það notað til dæmis í framrúður á bílum Snilt? Já Allir vera bara með öryggi á þáttinn Já, öryggi á þáttinn Herru, ég nenni ekki í þátt Nei, í þátt Í leik Ok Ekki bara Ég ætla að hleypa þér að pissa Takk fyrir Góðum þáttur Takk fyrir Góða sprænu Góða sprænu Já, bye